Í svona dæmi sjáum við að við erum með sviga í þriðjaveldi sem þýðir þar í rauninni að við erum með þennan sviga þrisvar sinnum. A mínus 1 sinnum A mínus 1 sinnum A mínus 1. Svo restina af dæminu pluss 3a sinnum svigin A mínus 1. Svona. Mér finnst alltaf þægilegast ef ég er með 3 sviga að byrja bara á að margfalda þessa saman, bíða með þennan hérna fyrsta. A mínus 1. Set svo útkomuna af hinu í 1 sviga. Þá fæ ég A í öðru mínus A mínus A pluss 1. Loka þessum sviga. Ég get svo sem strax einfalda það sem kemur eftir. Það er pluss margfaldaði bara inn í hennar sviga. Fæ þá 3a í öðru mínus 3a. Svo næsta skref þá ætla ég að margfalda úr þessum sviga alla stærðirnar hinum megin. Ég hefði alveg getað einfaldað þarna aðeins en ákvað að gera það ekki núna. Svona. Og þá fáum við út úr þessu A í þriðja mínus A í öðru mínus A í öðru pluss A. Margfalda síðan allt frá með mínus 1. Þetta var A. Svona. Nei, það var aðeins að laga. Pluss A. Svo margfalda með mínus 1. Þá fæ ég mínus A í öðru pluss A pluss A mínus 1. Svo er það restin pluss 3a í öðru mínus 3a. Nú ætlum ég bara að einfalda svarið mitt og ég sé að ég er eingöngu með A í þriðja hérna einu sinni. Þannig að þetta verður jafnt og A í þriðja. Svo athuga ég með hversu mörg A í öðru ég er með. Ég er með mínus hérna, hérna og hérna og hérna. Þannig að ég er með mínus A í öðru, mínus A í öðru, mínus A í öðru, þannig að ég er komin í mínus 3A í öðru og svo pluss þessi, þannig að ég fæ 0A í öðru, sem er ekkert A í öðru. Þá fer ég yfir í A-in sem bera bara eitt veldi, eða þessi hérna. Þetta. Og aftur er ég með þá 1, 2, 3a mínus þessi 3a fæ þá 0a eða ekkert a. Og svo athuga ég með venjulegu tölurnar og það er eingöngu þessi hérna mínus 1. Það er mínus 1 og þá að loka svar.